is our weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? No, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Góða kvöldið. Velkomin á United. Það er búið að vera hérna frá því á föstudag, laugardag og sunnudag og svo núna síðasta kvöldið. Það er búið að vera bæði kennsla og lofgjörð og bara, já, yndisleg helgi. Stútfulla kennslu sem að TSI-skólinn hefur verið með og boðið hingað gestum sem að við fengum að njóta og hlusta á. Þannig núna er svona síðasta kvöldið sem að svona formlega þessi TSI-helgi. Bara dásanlegt og gaman að sjá ykkur í kvöld og þið er enn von á góðum og það sem að maður hugsa stundu þegar maður er að stilla inn útvarpið inn á bylgjulengd að bara stilla ykkur svolítið inn núna. Við erum búin að taka frá þessa stund, þú ert búin að taka frá tíma til að koma inn í kvöld og ástæðan fyrir er ekki endilega bara það var ekki, landsleikurinn var ekki góður en hann er ekki búinn en heldur að þið langaði að taka frá stund til að hitta heilagan anda, til að hitta trúsystkinin, til að bæta í verkfærakistuna þína bara göngu þína með Guði. Þannig að hugsa þetta svolítið að þú stillir þig svolítið inn á kvöldi í kvöld, bara byttu heilagan anda, byttu Guð að tala til þín og opinbera bara næstu skrefin þín. Þannig bara legðu hjarta, bara hendina á hjarta og segja bara Guð, hér er ég. Hvað hefur að segja við mig í kvöld? Og lofaðu Guð, taktu þátt í lofgjörðinni og svona bara ýttu því til hliðar sem að þú varst að standa í morgun eða í gær eða fyrir þetta. Bara, hei, nú er ég hér. Og ég
ætla að taka þennan tíma frá. Þetta heilög stund milli mín og Guðs. Og það mjög gott að gera það þannig. Að þessi klukkutími fyrir þig og Guð. Og við ætlum að fara inn í lofgjörð. Það pósinni fram í eldhúsi, Berglind þar og þannig ef þið viljið gefa inn í starfið sem United, þá endilega takið þátt í því og pósinni frammi og við höfum baukinn fram, baukurinn við útgöngudyrnar. Nú pósinni komin inn, þannig pósinni við útgöngudyrnar og ég ætla að fá að biðja aðeins. Við fáum bænarefni reglulega og við ætla að fá að leggja þessa stund og ykkur og fjölskylduna ykkar og okkar í Guðs hendur. Ég þakka bara Drottin að við fáum að leggja vin okkar og ástvini og líka óvini í þínar hendur. Og ég þakka Drottin að þú hefur áhuga á hverjum einasta einstakling sem inn í kvöld og ég þakka Drottin að þú hefur áætlun til heilla og hamingju. Og ég biðjast Drottin og ég biðja heilagi andi að bara snerta við þeim sem inn í salnum með bara þínu orði. Og bara í lofgjörnu þegar þau gefa hlutina upp til þín heilagi andi að biðja að þú mætir þeim. Mættu þeim, bara fylltu þeim með þínu frið og þínu nærveru. Og að bara rýmast ekki ótti inni og ekki kvíði að því þú, Jesús, ert hérna. Og við leggjum þetta kvöld í þínar hendur og við biðjum fyrir vinum okkar, ástvinum, hvar sem þau eru stödd núna í kvöld, á hvaða stað þau eru og ég biðjum að mæta þeim. Og við tölum líf inn í líf þeirra í Jesú nafni. Amen. Surely it was through. Since when has impossible ever stopped you? Friday's disappointment, and Sunday's empty tomb. Since when has impossible ever stopped you? This is the sound of dry bones rattling. This is the praise, make a dead man walk again. Open the grave, I'm calling out, I'm gonna live again. This is the sound of dry bones rattling. Pentecostal fire, stirring something new. You're not gonna run out of miracles anytime.
verk drottinn Jesus. Við þökkum þér Jesus fyrir, halleluja, að þú vaktir dauðu beinin til lífs, halleluja drottinn. Halleluja, við þökkum þér fyrir að þú gerir það enn í dag drottinn Jesus. Við þökkum þér Jesus fyrir að við getum sett okkar líf í þínar hendur drottinn, halleluja. Og þú reisir okkur við drottinn minn Jesus. Við þökkum þér Jesus fyrir að við þurfum ekki að hafa áhyggjur, halleluja. Því þú ert kraftaverka Guð og þú ert stór og mikill Guð, halleluja. Halleluja, takk Jesus. Takk Jesus. They say this mountain can be moved. They say this stone will never change. But they don't know what you can do. There is power in your name. They heard that there is no way through. We've heard the tide will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. So much power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe
You said, and I believe. You said, it is done. You said, I believe. You said, it is done. You said, I believe. You said, it is done. You said, and I believe. You said, it is done. You said, I believe. You said, it is break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. 'Cause you said it is done. 'Cause you said it is done. We believe it. We believe it. We believe it. Oh, thank you, Jesus. 'Cause you said it is done. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Takk Jesus, halleluja. Halleluja fyrir þann sigur sem þú hefur unnið, drottinn minn Jesús. Viltu hjálpa okkur að muna, drottinn minn Jesús, þá sigra sem þú hefur gefið okkur, Jesús. Þegar við stöndum frammi fyrir fjallinu, drottinn Jesús, halleluja. Hjálpa okkur að muna, drottinn minn Jesús, þegar þú, halleluja, mættir og reistir okkur, drottinn minn Jesús. Og halda, drottinn minn Jesús, í lofar þitt, halleluja. Halleluja. Takk Jesús. I see the evidence of your goodness all over my life, all over my life. I see your promises in fulfillment all over my life, all over my life. I see your evidence of your goodness all over my life, all over my life. I see your promises in fulfillment
You're good. Oh, you are good. 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 You're good. Oh, halleluja. Tack Jesus, halleluja. För en biskop till namn, drottning Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Rabasia, karabashande, Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Halleluja, Gud bed aðeins meiri tíma, halleluja. Halleluja. Lofum hann, halleluja, frá okkar dýpstu hjartarótum, halleluja. Gefum honum þá lofgjörð sem hann er skilur. Halleluja. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song would stand and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, don't you get shy, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside
throw up with my hands, praise you again and again. So all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, dásamlegu lofgjörð. Drottinn bless ykkur. Byrja á að biðja. Drottinn Jesús, ég fel þessa stund í þínar hendur, drottinn minn. Biðjum blessun, ég biðjum bara varðveislu sérhvern sem hérna inni, drottinn minn. Og ég bið að það sem ég tala í kvöld megi snerta við hjörtu fólks. Og ég bið drottinn minn Jesús að ég segi það sem þú leggur mér á hjarta, drottinn minn. Að ég blíðist minn ekki fyrir kannski því sem að ég ætla að tala og sem ég ætla að deila með ykkur, drottinn. Ég bið styrk, ég bið varðveislu og ég bið náð. Í Jesú nafni. Amen. Já, kannski betra að vera með vatn svo ég sé ekki að ropa hérna upp gósunni hjá ykkur. Það væri nú ekki smart, haldið þið það. En ég heiti sem sagt Svava, Svava Björg Mörk. Ég var að rifja upp, ég alveg að verða 53 ára og ég er alltaf svo hissa þegar ég að ég orðin gamla konan í salnum.
En ég þakka á sama tíma fyrir það. Ég sem sagt leiði starf TSC Ísland í dag og bara svo lánsöm að fá tækifæri til þess. Og ég svo svona búin að vera að vandræðast hvernig loka maður svona móti. Þetta 4. kvöldið raunverulega sem að ég búin að vera marinera sál mína í nærveru Drottins. Það byrjaði bara með götutrúboðinu sem við förum í á 50. Þá förum við út á götu og síðast það var mjög kalt, þannig við fórum bara gistiskýlið og fórum þarna og drukkum kaffi og áttum samfélag við vistmenn og fórum síðan á samhjálparsamkomu. Og þetta get ég sagt ykkur uppáhaldskvöld vikuna minnar. Það fátt sem að gefur eins mikið eins og bara vera allir staðar og fá tækifæri að kynnast fólki á þennan hátt og gefa frá sér. Síðan byrjaði við með samkomu hérna á föstudagskvöldinu og fengum þá svona sögu TSC og það er kannski einhverjir ykkar sem hugsa mjög trúlega margir sem að velta fyrir sig hvað er TSC. Einhverjir hérna hafa verið í TSC og þá erum við að tala TSC skólan þar sem að hefur verið jafnvel gripið fólk bæði sem að koma inn bara og að láta renna af sér og fær tækifæri til að sitja og læra Jesú og hvers vegna það skiptir máli að gefa honum líf sitt. Og þegar ég fór að rifja upp, ég sjálf óvirkur alkoholisti eða hef ekki drukkið í 33 ár. Og ég var 19 ára gömul og hún spurði mig, María, þegar var svona hollendingar sem voru hérna með okkur helgina, hver fer í meðferð 19 ára? Hún var svo hissa. Og ég segi, ég fór nú í meðferð, ég var 18, en ég varð edrú þegar ég var 19. Og þegar ég rifja upp, og það akkurat þetta eins og þetta lag, þess Come on my soul, don't you get shy on me. Og það var þetta, þegar ég átti þetta hróp, ég var komin algjörlega í þrot. Líf mitt, ég var í þroti, ég fæddist einhvern veginn bara í þroti. Og einhver ykkar kannski tengja við það, fæðast inn í heim sem er sjúkur, sem er svo stútutula af veikindum, alkoholisma og fleira sem fylgir því. Og æska mín var þannig, unglingsárin, ég var reið, ég var bitur, ég var gröm, ég var alltaf í slagsmáli með brotna tennur og glóðurauga. Og bara, ég fann ekki einu sinni lausn í áfengi. Svo verði ég ólétt og með hryllingar þá næ ég ekki að hætta, ég næ ekki að stoppa. Búin að fara í meðferð, búin að prófa að gera ýmislegt og ég bara næ ekki að stoppa. Og ég orðin sú sem ég ætla aldrei nokkuð tímann að verða. Og ég fekk þetta hróp, ég fekk þetta rosalega sterkar hróp. Ég átti ekkert, það var ekkert eftir. Ég hrópaði á Drottinn, ég vissi ekki að hrópa, ég kallaði á Guð, ég var ekki með skilgreindan Guð, að hann mætti mér, hann kom til mín, hann hlustaði á mig og kom, fyllti hjarta mitt, hjálpaði mér í gegnum þessa erfiðu mánuði sem framönda voru. Ég gat ekki hlegið, ég sá ekki birtu. En svo í dag, þegar ég að velta hann fyrir mér, hvað líf mitt bara er blessað, hvað er gott, vegna þess að ég leyfði Jesú að koma inn. Og eitt af því sem við lærðum helgina var til dæmis og ég hef kannski stundu bara kennt vitleysu, ég held að tala við erum öll börn Guðs, en við vorum mynd á það, við erum öll sköpun Guðs, en við þurfum að velja og segja, já, ég vil velja þig. Og þá verðum við barn Drottins, við erum barn Guðs og við erum ættleidd. Við erum konungsborin, við erum börn konungsins og það er gott líf að eiga. Það er ekki alltaf auðvelt, en það hjálpar svo rosalega. Og það að fara í gegnum, en eins og ég segi, ég gerði mig ekki grein fyrir ég hefði valið hann þarna, ég gerði mig ekki grein fyrir að hróp mitt vegna þess að hann elskar okkur svo mikið, hann býður og hann tók bara hljópa á, stökka á vagninn strax og ég hleypti honum inn. En ég var samt alltaf að rembast, ég var einhvern veginn alltaf að reyna vegna þess að ég ólst upp í trúleysi
og það þótti ekkit sérstaklega smart að fara að trúa, en það var alltaf lagi að segja æðri máttur. Það mátti. Hvernig tengist þetta TSC? Af hverju ég að segja frá þessu? Jú, að TSC einkennist að því að við, okkar markmið, það er að vinna með fólki sem að glíma við fíkn, fólki sem að býr með einhvers konar skaðlega hegðun, eitthvað sem að hefur áhrif á líf þitt og þú ert jafnvel í þroti. En við útilokum ekki þá sem að halda þessi heilbrigðir. Þeir fá alveg að koma til okkar líka. Og það er það góða við TSC. Og sagan er svo að árið 1958, hugsið ykkur, þetta er það gamalt, þetta úrræði, þetta er 66 ára gamalt, að þá er einhver ungur prestur í sveitaprestur sem að drottinn tala við og sendir hann til New York borgara að vinna með glæpagengjum og hann hlýddi og hann fór. Og við erum að uppskera það sem að gert var þarna fyrir 66 árum síðan. Og það sem einkennir okkar starf, myndi ég segja, það er félagskapurinn, það er samfélagið, það er kærleikurinn. Við leggjum mikla áherslu á það að hver einstaklingur skiptir máli. Við höfum rætt það eins og með götutrúboði hjá okkur sem kallast TSC hjálparhönd, að það er mikil áherslu að það eru margir sem sýna áhuga, hei, ég vil koma með, það er gott, byttu fyrir því, en við erum ekki að fara með 20 manna hóp að standa fyrir utan gistiskýli og segja, hefur heyrt um Jesús, Jesús elskar þig. Við erum að fara 4 til 5 saman að hitta einstaklingana sem hafa nöfn, sem við kynnumst og við þekkjum og þeir vita sannarlega fyrir hvað við stöndum, þeir vita það. Við erum ekkert að predika við þeim og síðasta 50 dag þá vorum við svo lánsum og vorum svo heppin að það komið 2 með okkur að samkomu. Vel í því, dásamlega glaðir, lofsungu Guð, bara lyftu upp höndum og tóku þátt og fóru í fyrirbæn og vitið, það er markmiðið. Og við hjóni vorum að tala saman í dag, við höfum verið rosalega upptekna tölfræði. Hversu miklum árangri skilar meðferðarstarfið sem TSC er með. Hversu margir eru edrú eftir þennan tíma. En við allt í hún áttu okkur á því í dag, því að þessa helgi erum við búin að fá kennslu í því að himnaríki Guðs er á hvolfi. Það virkar öfugt. Það segir að við eigum að elska óvin okkar. Það er bara skrítið. Þetta er undraráð, en þetta er bara rosalega skrítið. Og þannig er Guð. Og hann er, það er á röngunni með þess að líka. Og við sátum út af palli, vorum að njóta þess, vorum í hægjendastólunum okkar hérna út af pallinum og vorum að tala saman hjónin. Og eins og maðurinn minn sagði alltaf, hann sagði, veistu það er spurning, hversu margir elska Jesú? Vegna þess að það er ekki allir sem ná að vera edrú, það er ekki allir sem að ná því að komast á ákveðin stað, eins og við höldum að þau eiga að vera, eins og við heimurinn segir að eiga að vera. Markmiðið er að við elskum Jesú. Auðvita viljum við og þráum að sjá hvern einasta einstakling heilbrigðan. Við bara virkilega biðjum fyrir því. Og markmiðið er fyrir okkur að bæði að byggja upp meðferðarstarf hér á Íslandi, áfangaheimili og mér finnst ekkert óleiklegt að við höldum áfram í dagprogrammið. Það er gott. Katrín Inga fer fyrir því og við erum að halda áfram næsta haust. Og TSC hjálparhönd heldur líka áfram. Það sem okkar markmið er að þjóna og á morgun eru við að fara í kaffistofu Samhjálpar að drekka kaffi með fólki og kynnast og spjalla og njóta að vera saman. Og næsta föstudag þá verður kaffihús TSC, allir velkomnir, í kaffistofu Samhjálpar milli 6 og 8. Allir við að hittast, eiga samfélag, spjalla saman og lofa Drottin.
En það sem ég langar að segja við ykkur, það hversu margir hérna eru með biblíuappið í símanum sínum? Allir? Farið þið í biblíuappið, eða ef þið eru með biblíu, þið eru svo þróið, eða gamaldags kannski, að farið í Jóhannesar guðspjall, 12:46. Jóhannesar guðspjall 12:46. Þannig Jesús að lofa okkur. Hann að gefa okkur lofvörð. Og mér langar til þess að þið lesið þetta og hælætið þetta jafnvel. Strikið undir. Ég ljós í heiminn komið, svo að enginn sem á mig trúir sé áfram í myrkri. Og þetta þvílíkt lofvörð. Og ég efast ekki að þið eru einhver hér inni sem eru neitt til að koma. Og það gott. Þið skiljið þetta seinna. En það svo gott að marinera sig. Gott að taka á móti. Ég ætla bara að hvetja ykkur til að opna hjört ykkar. Taka á móti þessu ljósi. Þannig að þetta ljós fer innra með ykkur, það umbreytir ykkur. Ég hef oft sagt það og ég segi þetta oft sem brandara. Ég orðin allt það sem ég fyrirleit. Ja, einmitt, amen. Og ég útkverfa kelling í Hafnarfirði. Og mér finnst það svo fyndið, það ætlaði aldrei að verða þessi kona. Ég sá ekki þá möguleika sem Drottinn sá í mér. Ég háskólakennari í dag, ég með doktorspróf. Ég komin á einhvern stað sem ég sá ekki fyrir mér og ég hélt að ef ég færi þangað, þá yrði ég svo steingeld að lífið yrði svo hræðilega ömurlegt, það verið svo glatað, það væri bara ekki þess virði að lifa því. En hugsið ykkur, ég hugsaði þetta á sama tíma og ég engdist í myrkri. Ég engdist Ég sá ekki möguleika. Ég var svo búin á því. Var hérna upp á Staðarfelli með rónunum og krampatöflunum, líkamlega í klessu, 18 ára gömul. Það var allt í rugli. Ég náði ekkert bata 1:20, það tók tíma. Og ég hefði svo gjarna vilja hafa TC-skólan eins og hann í dag og þetta samfélag sem greip. Þannig að þegar ég kem á meðferð þá fer ég á dyngjuna. Ég dett fljótlega í það, ég komin á götuna og enda síðan aftur í Grindavík og heima hjá mömmu. Og inn í, svo þegar ég verð edrú það fer inn í samtökið þar og þetta svo mikið basl og það sem þegar ég hugsa tilbaka baslið vegna þess að ég átti ekki Jesú, þótt ég að hrópað og ég bað hjálp og hann kom og hann heyrði og hann umbreytti en þá skildi ég ekki hvað það átt sér stað. Ég hafði ekki það sem þið hafið hér í dag. Það sem þið hafið hér, það sem þið fáið að upplifa, tónlistin, nærveran, samfélagi, félagskapurinn, allt sem í kringum ykkur. Taki á móti þessu. Þið hafið möguleika á að fá gott líf. Þið eigið gott skilið. Sama hvað þið hafið gert og sama hvað hefur verið gert við ykkur. Sama hversu brotin þið eruð og sama hversu þið haldið að þið sé ekki hægt að bæta eða byggja upp, þá það hægt. Hann Drottinn, hann almáttugur, hann skapaði okkur, hann skapaði heiminn, hann með áætlun fyrir líf okkar, áætlunum til heilla en ekki óhamingju. Hann vil bara það besta fyrir okkur. Það ekki þar með sagt að við upplifum ekki þrautir eða reyndir, við stöndum ekki frammi fyrir einhverju, en það svo miklu auðveldara með Jesú. Það svo miklu auðveldara að gera það þannig. Taki á móti. Það eina sem þið þurfa að gera það að segja já. Og svo tengi ykkur við einhvern sem þið vitaði trúar, sem þið sjáu í bata. Af því að þú getur líka verið trúar, þú getur alveg gengið og þið þekkið þetta væntanlega líka frá AF-fundum,
einhver sem talar, gasprar mikið og segir öll réttu hlutuna, kann agabókina utan að, en þeir sjáu ekki ávöxt í lífið þeirra, þeir sjáu ekki heilbrigði, þeir sjáu ekki uppbygginguna. Haldið ykkur frá þeim, biðjið fyrir þeim, blessið þá, en tengið ykkur við þann sem þið sjáuð umbreytinguna hjá. Það sem þið sjáuð, það er eitthvað að gerast, það er eitthvað sannalegt að gerast hjá þeim. Tengið ykkur við þetta fólk, haldið í það og ekki sleppa. Hendið ykkur á Gulla, bara standið fast á Gulla. Það er svo mikið að gerast hjá hann Gulla í dag. Dásamlegt, æðislegt, hann er að missa af þessu. Ég er að, kemur hann hlaupandi fram á eftir. Nei, hann er þarna. Nei, í alvöru. Ég hefði ekki sagt þetta Gulla fyrir 2 árum síðan. Og hann kom nokkru sinnum í gegnum TSC. Við gefumst ekki upp á fólki. Og málið með TSC, þetta er úrræði sem byggir upp fólk. Þið skiptið máli, þið hverfið ekki, það er haldið utan ykkur. Tengið ykkur við okkur. Þótt að sé ekki dagprogram hjá okkur núna, þá er samt alltaf eitthvað að gerast hjá okkur. Við erum til staðar fyrir ykkur. Þið skiptið máli. Hver einstaklingur skiptið máli. Hvort sem þú ert í því eða ekki, þá skiptir máli. Látið skömmuna aldrei ná yfirhönd í líf ykkar. Sleppiði tökum á henni og gefið Guðana. Þið getið ekki náð árangri, þið getið ekki fengið bata ef að skömm stjórnar líf ykkar. Og skömm þrífst best þar sem er leyndamál. Þannig að leyndamál, gefiði Guði leyndamálin ykkar og veljiði heilbrigðan einstakling sem þið treystið og gefið viðkomandi þetta leyndamál, hvað farið í gegnum það. En taki á móti lausninni, taki á móti Jesú. Og nú ætla ég að biðja ykkur sem að voru hérna helgina að standa upp og æfa það sem við æfðum á laugardagskvöldinu. Að fara á milli og spyrja hvort þið megi biðja fyrir fólki. Og ég ætla að biðja ykkur sem að þráið í hjart ykkar fyrirbæn, sem að hafið eitthvað sem að bara hvílir á hjart ykkar, eða eitthvað sem ykkur langar til að lyfta upp, eða ykkur langar til að losna af einhverja fjötra. Það er einhver hlekkir sem halda aftur að ykkur. Komið til okkar eða komið til þeirra sem að eru standa uppi núna og fáið fyrirbæn, fáið eitthvað fallegt orðin í líf ykkar. Og ég ætla að biðja okkur sem vorum á laugardagskvöldinu að segja, leggja inn falleg orð, eitthvað fallegt, biðja Guð að gefa okkur orð til viðkomandi. Og ég ætla bara þakka ykkur fyrir að vera hérna í kvöld, takk fyrir að gefast ekki upp og rápa ekkert rosalega mikið. Þið standið ykkur vel, haldið áfram. Haldið áfram að mæta, haldið áfram að gera það sem er gott. Veljið það sem er gott fyrir ykkur. Til anda, sálar og líkama. Í Jesú nafni. Amen.